Já, komið sæl. Ég náttúrulega miklu eldri heldur en hinir fyrir þessari. Ég með að segja svo gamall að Kjartan hlaut að tappa stólni að hann var 2 árum á undan mér í menntaskóla. Þannig að hann var greinlegt eftir því, en það er ekki næg með það. En af hverju ég með hann að bánsa þetta? Og þetta er bara gamli bánsin minn, og eins og við sjáum hérna í kerrunni, þá er þetta sami bánsin. Og hann var sennilega á lýðræðisaldri. Því að þessi mynd er tekin sennilega kringu 1940 eða jafnvel fyrir. Ég hugmyndu það hvernig hann er tekin, en mamma hefur sennilega tekið þetta ekki maður það lengi. Og svo þá... Já, þetta er hann. Og hann er endnótaður. Ekki af mér, en barnaböndunum. Hann, þegar þau gleyma sínum töskutúkum heima, þá er það þessi sem gildir. Hér eru afi, amma og mamma. Og þetta er tekið á Hofstúnunum. Afi dó 1943, sem kannski vitið. Það var einn af þeim sem dó í tréspíramálunum 43 rétt fyrir þjóðhátíð. Og amma og mamma eru þarna þau í hauskap á túninu. Og þetta er... Fyrir okkur unga fólk að vera til að margar einu. Þorlákur Sverrisson, stundum kallaði Lák í turninum, Sigríður Jónsdóttir og Guðrún Þorláksdóttir. Og systir hennar hér, Sigríður Þorláksdóttir, og hún var forstöðukona í Elliheimilinu fyrir þá sem við muna eftir því. Og hún var gift Bjarna Guðjónssoni sem var bróðir Ásmundar Guðjónssonar á Gjálbakka. Hún sem að tengja þetta svolítið. En þarna á þessum árum, þessa myndir eru teknað sennilega kringum 1940, þá er þarna austur frá, þá voru hermenn. Þetta er eftir að Ísland er hersetið. Og þeir voru þarna í Vestmannaeyjum og þeir, já, myndir af því, þó ég sé ekki með það hér, að þá er þeir að hjálpa til í heyskapnum. En hér er strákurinn á fyrsta ári og hérna þetta er tekið einhvers staðar fyrir undan hofið. Ég átti heima á hofi sem sagt, Landagötu 25. Faðir minn Einar Haukur, kennari, skarstjóri, fyrirverandi og við sitjum þarna, þakkanir. Þetta er mamma, ég veit ekki hvort þið þekkið þetta. Þetta heitir Afapoll og var hérna austur orðu. Og ef þið sjáu þetta fyrir ofan, þá er klettabelti með svona svörtum skompum inn á milli. Þetta er bil á milli tveggja, eða þetta eru 2 hraunlög, annars vegar þetta hraunlag sem Afapollurinn er í og hins vegar annað hraunlag sem hefur runnið ofan á og hefur veðrast í burtu. En þarna var helli. Þarna upp á, þá var hóla, lítil hóla sem ég fór niður einsinni og ég skreið undir, ég vissi ekki hvert ég var að fara, ég sá bara að var ljós í hinum öllunum og ég kom út þarna. Þetta í gilinu sem þið sjáu þarna fyrir ofan höfuð á henni mömmu þar sem hraunlögin 2 mætast og það var sandur hérna í botninu og ég komst út þarna. Ég man ekki hvað ég var gamall, sennilega 5-6 ára, sennilega ekki meira endur það. Ég fór aftur seinna, sennilega 1 eða 2 ára seinna. Þá festist ég. Síðan hef ég ekki þolað hella sem þrengja að. Ég hef oft hugsað að ef ég hefði fest þarna inni, þá væri ég ennþá. En enginn vita hvað ég var. Aldrei. Þannig að ég prísa með sæluna hafa hægt við að skrifa í gegn. Þetta var leiksvæðið, urðirnar. Og þarna á þessum slóðum var Afapollur og þarna voru flúðirnar sem alltaf var gaman að fara á. Ég var að lesa í dagbókinni mömmu þar sem Skógafoss var dreginn út úr höfninni og átti að sökkva honum einhvers staðar suðustur veginn. En hann slitnaði aftan úr dráttarbátnum og rak upp í flúðirnar. Og mér minnir að það verið kveikt í honum það ekki verið því sem munið eftir þessu. Það ekki? Jú, það endaði þannig. Já. Hérna erum við aftur. Ég veit ekki takk fyrir þessu tíma aftur. En hérna eru braggarnir. En þetta eru breytabraggarnir. Þeir braggar kannski sem við höfum frekar eftir eru Bandaríkjamannabraggarnir. Þeir
sneru hins einn, þeir sneru meðfram urðaveginn, ekki svona með gaflana af urðaveginn. Þetta eru sem sagt Bretabrakarnir og þeir voru rifnir þegar Amerikanarnir komu. Og það mátti náttúrulega ekki taka myndir af þessu, en ég held að þetta sé bara eina af fá myndir sem verður til af þessum bröggum. Hér Hóstúnið. Þetta eru 2 myndir sem við settum saman, þannig að við höfum sér svona panorama af öllu túninu frá þurrhúsinu, þessi kofi, þetta var hænstakofinu með ömmu, og þarna var kartöflugarðurinn sem pabbi pælti alltaf upp, og það var sett í hann slór. Ekki kóðulykt eða hvað við gerum. Og þarna bak við kofan að þar var aðal sleðarbrekkan okkar bræðrana. Og upp á fyrir ofan þessa dælu sem hérna eða hvað þetta þar var húsið Hauks í Vatnsdal. Hinum megin við þann hól, þá var Vatnsdalstúnið og þar var Vatnsdalstjörnin sem kom þegar var frost og rigning og eða rigndi ofan í frosna jörðina, þannig að vatnið fór ekkert niður. Þarna vorum við á flekum, sigla, við vorum í fótbolta þarna á sumrin, þannig að þetta var aðalleikssvæði. Þarna vorum við í fyrsta skipt á skíði. Það var þegar Bjarni Rögnvalds flutti skíði. Þarna fór ég á skíði og svo þótti ég aldeilis góður þegar við komum úr Akureyri í menntaskólann. Þá var miðgarðsgangan og skíðagangan. Ég náttúrulega fór í hana með Einari Friðþjófs og Kristjáni Sigurgeirs. Og ég man eftir því þegar þvælast þarna niður brekkuna, það var svona þykkt lag af snjó neðan í skíðunni. Ég vildi ekki láta taka það af því að þá fór ég á hratt. Ég rendi mig niður einhverja brekku og þar fyrir neðst var brúin yfir Glerá og hún var dálítið mjó og það var bíll að koma upp brekkunni og ég stoppaði, bíllinn kemur svona lómúsum, ég renn undir bílinn og það náði og klóra mig upp aftur þegar hann stoppaði og ég sá hvað fólkið kíkti sem undir og svo reyndi ég mér áfram og sat á skíðunum til að hitta örugglega brúnum. Þetta var sem sagt skíðaferðin mín. Síðan hef ég ekki, ég fór nú að skíða eftir þetta en það var ekki verið mikið meira á skíðaförstu. Það var allavega ekki til þess að renna mig niður brekkur. Hér hofið og við bræðurnir þarna fyrir utan og það búið að flagga á einhverju tilefni. Herbergið mitt var efst uppi vinstra megin fyrir ofan Ellaheimilið í rauninni eins og þessari mynd. Þar voru 2 gluggar á gaflinum og ég var í norðurhlutanum, Sverrir frændi var í hinu hlutanum. Og þarna uppi lá maður snemma á sunnudags eða snemma á morgnana og maður vaknaði þá lá maður þarna bara að hlusta á þögnina. Og þangað til Ingólfur í Eiríkshúsi setti bílinn sinn í gang. Og hann var þá á leiðinni vinnuna. Eða eitthvað, keyrði niður urðaveginn og ég var alltaf að hugsa skildi ég heyri í honum þegar ég kemur inn á heimatorg. Og svo heyrði ég alltaf þangað til að hljóðið dó út og ég var alltaf að reyna að ímynda mér hvar hann væri þegar hljóðið dó út. En þetta svona þessar minningar sem það hefur hofið, þetta hefur nú kannski komið svolítið upp seinni tíma því að ég hef ekki fundið neina myndir af því í gosinu í rauninni þegar það er inn í einhverjum varnarvegg og það búið að móla það niður eða svona síðustu dögum hofsins. Þannig ef þið vitum einhverjum svoleiðis mynd þá væri þætt með væntum að fá að sjá hana þetta. Við erum bræðurnir á 17. deginum drepast úr kulda, plásturinn hérna. Það kemur sirpa hérna nokkra raforkubræður. Hérna erum við á Hofstúninu. Sjáðu braggana, nú eru konur amerísku braggar þeirra, þeir sjáðu snúa ekki eins og hérna. Þetta eru sleðar sem pabbi smíðaði. Hlutabissur og eins og fínu regnkápur. Sækja mjólkina. Þetta er dálítið skrítið, ég hef verið eins og ég hef komið fram á það. Þá hef ég verið að lesa dagbókina með mömmu. Og þegar ég var 6 ára, þá var ég sendur austan á Hofi upp í Dalahó að sækja mjólk. Og það er alltaf veðurlýsingar í dagbókunni hjá henni. Og það var stundum austan rók. Það var svona smábarn
Það er ekki sendt sína eigin börn, ekki helmingin af þessari börn. En þarna fældist maður upp í Dalana. Það er ekki örglar ekki á þeirri minningu hjá mér að ég hef farið upp í Dalana. Ég fór bara í mjólkurbúðina niður á Kirkjuvegi, rétt fyrir ofan Borgarhól. Gimli. Og ég man eftir því, en ég man ekki eftir nokkuð tíma eftir að hafa farið upp í Dalana. Alveg gjörsamlega þurrkað út. En við erum þarna á þegar stundu þegar við komum heim, þá var Ingólfur Hrólfs, hann átti það til að vera hrekkjarkur. Það er ekki dægilega gaman að því klöguðum á stundum. Hér er pabbi nýkominn frá Þýskalandi við með Tyrólahúfur og sjálfsagt í einhvers konar þýskum stutthúsum við. En þarna er amma og Ísabel, Kristín Einarsdóttir, sem hérna er með pappa, mamma hans. Og afi og Ísabel, hann dó hann 1956, þannig ég rétt náði að hitta hann. Við fórum þessar Ísabel þegar ég var 4 ára, ég man enn eftir því. Ekki þetta Dalabóð. Ég man eftir því þegar ég fór til Ísafjarðar. Þannig erum við í rosalega fínum úlpum, sem meira segja, og mamma skrifaði hvað það kostiði, ég man ekki hvað. Það kostiði eitthvað 330 krónur mín og 310 krónur að sóska. En þarna erum við þess fyrir Östavörðu, eins og sjáið, og það er til mynd þarna af okkur. Ég hef fengið að taka mína fyrstu mynd. Það var skemmtifæraskipið sem hétt Jadran, man eftir því ennþá, sem var að sigla undir höfnum, sennilega fyrsta skemmtifæraskip sem kom inn í höfnum í Vestmannaeyjum. Þetta var 56. Þetta er kassabíl sem Sverrir frændi smíðaði. Það var, sjá peysurnar. Og þetta var náttúrulega alveg æðislegt að fá svona peysur. Óskar fekk með 1 röndi, ég fekk með 2. Þetta var náttúrulega svakalega flott. Þetta er nú eiginlega ekki myndin af mér sem ég er að sýna heldur Vatnsdalur. Því að það er oft, þegar maður sér svona gamla myndir, maður horfir frekar á það sem er á baki. Þarna vorum við ofta að leika okkur upp í hlöðunni í Vatnsdal, í stó á vegnum, austurvegnum, þar var enginn gluggi og austurvegnum á Vatnsdal. Hlaðan var þarna mikið leiksvæði. Við vorum í cowboyleik þarna og tókum fangalæstur og inn í Camry sem var inn á Camry. Það var ekki dægilega skemmtilegt fyrir þá sem lentu því. Þannig að hafa við ýmislegt leikið sér þarna. Skíðasleði. Við fengum báðir skíðasleðar og það var nú ekki mjög oft sem var snjór, en við vorum aðalega á þessu skíðasleðum held ég á Urðavegi. Minnir það, og svo náttúrulega á Landagötunni einhverju leyti líka. En ég fór ekki held ég á skíðasleðinu. Ef ég fór á skíðasleðinu eitthvað þá fórum við á Skólavegi. Það var enda mjög þannig, en þetta var alltaf lokað fyrir bílana. Ég man eftir því að ég fór einhvern tímann ægilega salíbunu á gamla hjólunarspappa þessu hérna, sem fór þá ofan af Dalavegi og alveg á syngjandi siglingu niður í beygjuna, fram til kirkjugarðinu. Rétt náðu beygjuna niður Skólaveginn, en landi samt held ég utan inn í Barnaskólaveginn fyrir rest, en það var nú slag. Pabbi fór að byggja upp í Fjólugötu 1956 á hausti og þarna verið að fara upp með næstu og nýja skóflu, liggur við. Og við báðum með skóflu náttúrulega því að það var verið að taka grunninn. Og þetta var hús sem Gunnlaugur Halldórsson teiknaði, Fjólugöta 5 núna, og breytaði pínlítið. Það er það ennþá. Leikfélagarnir, þetta er Siggi Vatnsdal. Er hann hérna með? Jú, það var ná. Þarna er Siggi, þetta er sennilega tekið 56 eða svo leiðis. Og við þarna í þessu rosalega fínu skipti, ég man enn þetta þegar. Og hinni krakkarnir, þetta er Beggi á Löndum og Kristinn, bróðir hans, Þórir á Borg og Kristín á Borg og svo við bræðirnir. Þetta var svona þessi krakkar sem vorum að leika okkur með þarna. Þetta er Beggi sem er næstur okkur hérna og Kristín, svo eru við bræðurnir og Þórir á bakvið og Kristinn sá stærsti. Fyrirgefðu, hvers dóttir er þessi Kristín? Garðarsdóttir.
Hér eru aðri leikfélagar í næsta húsi. Þetta Guðrún Friðriksdóttir og Sveinn Friðriksson. Sveinn býr í Danmörku núna, Guðrún gift Ásbjörn í Dölum og býr á Eskifirði. Og svo við í matvælsaföllunum. Ég veit ekki takk fyrir þessi matvælsaföll kom allt í. En þetta var þjóðhátíðarbúningur. Við vorum með leiðin dag, fengum þá að fara í fyrsta skipti í matvælsaföll. Og eins og við sjáum þá buxur trónda svolítið stuttar. Þannig að þau voru eiginlega verð og lítil. Enda stendur í dagbókinni að mömmu að strax haustið eða veturinn að þá búið að senda matvælsaföllina svo óskast til frænd okkar í Reykjavík sem kannski gæti notað Lundabysja. Svo sjáum við húsin hérna baka. Við erum alltaf að skoða eitthvað annað heldur en aðalatrið á myndinni, sko. Það akur þarna og lönd. Og svo húsið hans Axels í 2 húsum. Nú getið því. Hann byggði hús utan annað hús. Og bjó hann í húsinu inn í húsinu. Og kláraði húsið sem var að byggja. Svo seldi ég Fylki og við bráðum. Það var alveg fast í liði. Pabbi tók við Fylki 1956 og skrifaði hann Vesturleiti og gekk einhverja fréttir og svona. Sendi þetta út alla trissur, við vorum að pakka þessu inn og skrifa utan á þetta og fóru svo með þetta í póstinu og svo seldum við blöð. Og það var náttúrulega aðra hjá okkur Óskari, við seldum hérna á Urðaveginum og Bakkastíknum og Landakvöldinu þar í Þríð. Og það voru vasapeningarnir, 38 krónur fyrir skipti. Það var ein uppæðis hefði sátt. Það er fyrsti skóladagurinn og farið í skólan, Gattaskólan, með nýja skólatösku, nýri úlpu. Og Mífa hjólið hans pappa. Þetta var hérna mikið notað þetta hjól. Við bræðurnir vorum, við lærðum á þetta. Þannig að þetta var notað. Svo nú nágrannarnir. Þekkið þið þessi? Ég var í Hraungerði og Siggi. Ingibjörg og Sigurður Jónsböld, þau eru systkin. Diddi Hraungerði, hann var alltaf hjá þeim þarna. Ég hef ekki alveg kláraði hvernig hann var skildur þeim. En hérna, hann var alltaf á treilu þegar ég Sleipnir. Og sótti mikið sjóinn. En við Torfi Haralds, við fórum hérna heim á Reykjavík og fengum að taka mynd af þeim, hann á nákvæmlega mynd. Annar kall sem var heimagangur heima hjá mér, tóti í Brennesi. Og húsið heitir Sandfell, en ég kallaði alltaf Skötu. Ekki takk fyrir ég kallaði það Skötu. Og svolítið smámæltur. En þetta var svona eftirminnilegu kall. Við Torfi og Guðmundur og Akri, Guðmundur Lárusson. Við Torfi fórum að læra ljósmyndur og Guðmundur kenndi okkur. Og við vorum í Breiðabliki, stekkuðu myndið þar og framkvöldluðum alveg gríð og erg. Og þegar námskeiðinu lauk, fyrsta námskeiðinu allavega, þá fór Guðmundur og Akri með okkur í bílferðum eigin og taka myndir. En svo fórum við líka á eiginspýtur við Torfi. Og þetta tekið mormónapollinum hérna austu við Sörtulátt. Þar hérna vorum við í svona líka líðunni að við ákváðum bara að stella okkur út í. Það ekki minnst mikið guðsugangur í mér eins og Torfa, en þetta er hendur rólegri. En ég fór líka með þessum strákum í ljósmyndaferðingu tíma sem við fórum að labba hérna. Kristinn Olsen, Tómas, hvað svona er hann? Ég veit ekki. Og Róbert Sigmundsson. Róbert er nú svona fjarskyldur frændi minn. Ættar hérna austan á Skaftafellssýslu eins og að Móavi í móðurrétt. Gísli Pálsson var einn af þeim sem við fórum að leika okkur með á Bólstað og fundum hérna fíl og við eiginlega auðvumst í hann og þannig að hann var búið með alla æluna, þá var þetta að taka hann og fara með út á sjó. Gísli tókst það að sér. Svo til mynda okkur Gísla út í Surtsey ekkert tíma. En svo það útilegar. Gylfið mann kannski eftir þessu. Við vorum í skátaflokk. Við vorum í skátaflokk saman. Sjá, þess aftur var ekki að koma. Þessir 3. Við fórum 4. Harður Helgjursson í miðinni, Gunnar Guðna og Einar Gylfi. Og við vorum, Harður var náttúrulega með Lundaháfinn og fórum við að Lunda.
Ég var heima í tjaldi, Gunnar og Gylfi fór með, ég var heima í tjaldi og labbaði út í Höfða til að ná í vatn. Við höfðum ekkert vatn með okkur, en það var náttúrulega vatnsbólið í Höfða og ég fór þangað og sótti vatnið. Og fyrsta kvöldi sem við vorum þarna þá var mér falið eldamennskan og ég sauð pulsur í potti. Þetta við áttum hann, það er mitt bestu list. Svo kemur Harður og þeir strákarnir með Lunda. Og Lundi var náttúrulega handleiðar eftir öllu hússtæðarreglum. Hann ætti enginn að fara út í Höfða og sækja vatn. En Lundi var bara sóðinn upp á pulsuvatnið. Ég held að þetta sé bara einn besti Lundi síðust. En þetta er í líkbeltisstaðnum. Svo er nú komið að því að við fórum í vatnaskó. Þetta gæti verið tekið sennilega 63. Ég fór nefnilega í vatnaskó 61 og þetta er ekki þá. Við erum alltaf gamlir þarna. Við erum eldri en 11 ára. Þetta er sennilega bara rétt ára með ferðin. Þetta er Reynir Elíasson með einstir hægri. Svo kemur Gísli Pálsson, Gunnar Guðnason og Þóri Garðarsson. Og þú sér þeir allir með hníf og allir að tálka. Og þau aftur, hvað er þetta? Jæja, hér er mynd úr vinnunni. Þetta, það var verið að rífa þetta hús. Ég veit ekki hvað þetta hús heitir. Þetta var á bak við Boston. Þetta hús þetta við hliðina, þetta er Ólakot, hérna þessi rafveitanótti. Þetta var bak við, það var tómstundarbúð í húsi sem var beint á móti Þingvöllum. Þetta er á bak við það. Þetta er Pálsborg. Við vorum í því að rífa þetta hús þarna. Og þarna er Bjarni Eyjóls og Ólafur Gunnarsson og þarna sjáum við náttúrulega húsin í baksýn, vinnavinni sem er Unnur átti heima og Matti Skreðari eins og var kallar heima hjá mér. Og svo húsin hérna á Urðagötuna. Þannig að þarna var maður nú einhver leitt að vinna, var í Hillabæjar ekki, Bjarni Eyjóls. Ég var að vinna í vatninu líka með þessum höfðingjum, Ástík Vígstjóri, Friðfinnur og Bögi Dölum. Og þetta eru asbesturör, þið sjáu það er engar varnir og ekki neitt. Þetta er að saga niður asbesturörn þarna. Ég veit ekki hvort einhverjir af þessum, þeir sem eru ekki hér meðan okkar, hafa dáið úr asbestkrabbameini eða hvað, en það er þá ekki ennþá. En þetta er hérna sem sagt inn í Kárabraka. Þar höfðum við aðsetum fyrir bæ. Ég var líka niður á það sem er Herjólfsbríkan núna og þar var ég að vinna með þessum tveimur heiðismönnum sem eru hérna næstir, Guðni Steini og Siggi Valda. Og þetta er nú Jöllan og Slipnum en við Þórir fengum alltaf lánaða því að Siggi á Löndum og frændi Þóris á Borg. Fengum alltaf lánaða grafareigurina. Við vorum alltaf að þælast á grafareigurunni hérna um alla höfnina. Þessi kallar eru nú þekktir. Guðni Steini og Flósinum, Einar. Já, hérna er þetta aftur. Já, þetta var eitt ferðalagi okkar, Gylfa og Gunnars. Þeir eru stórkostlegri hættur þarna við að hrapa niður snarbrættar hlíðarnar. Auðvitað er þetta feik eins og í öllum bíómyndum. Þannig að þetta er var eina sem göngufærin Austurórgirnar, það var náttúrulega alveg leiksvæði. Pabbi byggði fjólugötuna, þetta er fjólugatan og við á Tröppunum fluttum allir upp til 1960, rétt fyrir áramóti 60-61. Þannig að eftir það þá var ég svo sem ekki mikið í eiginu en við var þar 6 ár. Svo mátti ég til með að hafa þessa fjölskyldu. Þetta finnst mér svo skemmtileg uppstilling. Ég steytti bara myndavélina upp á 3 fótur eitthvað og svo hljóp ég og setti þetta við veginn. Þannig að þetta kemur svolítið skemmtilega út þessi mynd. Svona höfum við fjölskylduna fremst, eins og vera ber. Og ég var alltaf kallað Kústi, skilst mér hérna, ég sjá nú af hverju það var. En svo var nú þegar ég kem úr menntaskólanum, þá var það aldrei gaman. Þeir kom fyrst í jólafríi, fór í menntaskólanum til 66, kem heim jólin, pabbi kem út af flugvöll að taka móti mér. Ég
hann labbaði fram hjá mér, bara öxl við öxl. Hann þekkti mig ekki. Ég var komið með hár alveg niður í augu og niður á axlir. Og það fyrsta sem mamma skrifst í dagbókina að þetta var því miður og þá væri Laugardalur, hann gæti ekki sendt mig í klippingu. Túnumógarnir, þeir voru nú okkar ævintýri þarna eins og fleiri á þjóðhátíð. Þetta Arngrímur Magnússon. Hann þarna út í Surtsey. Hafði blotnað í fæturna væntanlega þegar við vorum að fara hérna á búmbát. Sko það var, við Torfi stálum minnst og kosti einu sinni ekki tvisvar út í Surtsey. Opnuðum bara borðið Lóðsinn eins og þegar var verið að mynda Sigur Fáfnismanna, myndina, 68, hefur það verið. Og fórum út í Surtsey, vorum þar bara allan daginn. Og kom ekki heim fyrir bara ekkert seint kvöld og ég held að enginn vitað á okkur, enginn heima hjá okkur. Við vorum bara ekstra úti og ég var bara á jakka og einhverju háskólabóli eitthvað svoleiðis. Það var að vera ekkert kalt, það var ekkert dólið. En þetta gerðum við, ég held að ég hafði verið þrisvar Surtsey á þessum tíma og alltaf bara danst. Fórum ekkert tíma með Óðinni, það var verið að fara að byggja þarna eitt af húsunum sem byggðu þarna fyrir vísindafönn. Og þóttist verið að hjálpa til. Það var eitthvað lítið, við vorum bara að nabota út meginn og taka myndir. Freymóður Þorsteinsson var með líka ekkert til því að mynda á þetta. Og þetta mynd sem þess að tekið það, þetta sýtlingur sem að kjósa þetta. Þannig ég held að þetta sé nú bara endur á þessu og bara enda með þessar myndir, þetta er bara ágætt.